Þór vann lengjudeildina og fór því beint upp í deild þeirra bestu. HK sem endaði í 4. sæti vann Þrótt í undanúrslitum umspilsins og Keflavík sem varð í 5. sæti hafði betur gegn Njarðvík, en Njarðvíkingar enduðu í öðru sæti og hefðu því með gamla fyrirkomulaginu farið upp deild. Undanfarin 2 ár hefur liðið sem endar í 4. sæti deildarinnar alltaf komist upp í gegnum umspilið. Afturelding í fyrra og Vestri fyrir 2 árum og því voru stuðningsmenn HK-inga kannski bjartsýnni. Keflvíkingar komust þó í sama úrslitaleik í fyrra og reynsla þeirra virtist hjálpa, því Stefán Ljúbisic kom þeim yfir á 14. mínútu eftir fyrirgjöf Muhammed Al-Ghul. Al-Ghul lagði einnig upp annað mark Keflvíkinga sem kom 4 mínútum síðar. Nú skoraði Eiður Orri Ragnarsson. Á 43. mínútu skoraði reynsluboltinn Frans Elvarsson 3. mark þeirra, en eftir sendingu Al-Ghul og Keflavík var með 3 marka forskot í leikhléi. Kári Sigfússon gerði endanlega út leikinn með marki á 87. mínútu og Keflavík vann 4-0. Keflvíkingar verða því í bestu deildina að ári eftir 2 ára veru í næstefstu deild, en HK verður áfram í lengjudeildinni. Góða tilfinningar, við erum bara glaðir, erum bara gríðarlega sáttir með hvernig þessi leikur, framistæðan í þessu leik, þannig að við erum bara svakalega glaðir. Þetta er bara gríðarlega svekkjandi, já, þú veist, ekki niðurstaðan sem við ætlum okkur inn í dag og já, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja. Þetta var, þú veist, það byrjaði svona fyrstu 10 mínúturnar virkilega vel. Ég hugsaði, ok, við erum hérna onnit sem leið skora fyrsta markið, þá eru við slegnir frekar hart og þeir einhvern veginn, já, eru yfir einhvern veginn í öllu þarna í fyrri hálfleiknum mestmegnis. Já, niðurstaðan frábær, sumarið heilt kannski deildin ekkert frábært. Við höfum trúið alla tímana að við myndum komast í úrslitakeppnina, þá var þetta möguleiki og það var raunin. Við eins og ég segi, strákarnir höfðu trúið og teymið og allir höfðu trúið að við kemumst í úrslitakeppnina, þá ættum við möguleika og það tókst. Besta deildin náttúrulega öðru level heldur en lengri deildin, þannig að það er náttúrulega eitthvað að styrkja, en þetta er flottur hópur og við þurfum að bæta við á réttu stöðunum og þá verðum við klárir.